með stórum gospelhátíðum eða söngvum. Við komum þessari þekkingu ekki inn í þjóðfélagið með því að reyna að vera eins og heimurinn. Það sem við þurfum að gera að lyfta upp orði Guðs. Að orð Guðs þarf að fá að hljóma og við eigum ekki að biðjast afsökunar á orði Guðs. Ef við erum með orð Guðs, ég sé það, ég sá það daginn að það var maður sem gekk fram á ritvöllin og hann kom með ákveðin sannleika fram og síðan barst hann afsökunar af því hann fekk svo mörg komment sem voru á mót honum. En ef við teljum okkur standa fyrir sannleikan, þá biðjumst við ekki afsökunar á því sama hvað hver segir. Og ritningin, ég ætla að lesa fara aðeins í fjórða kaflan. Við erum í fyrsta kaflanum í Tímóteusarbréfinu. Ég ætla að fara aðeins í fjórða kaflan og þar segir í versi 12, versi 13, ver þú þangað til ég kem, kostgjafinn að lesa úr ritningunni áminna og kenna. Það er það sem við viljum gera. Ver þú þangað til ég kem, kostgjafinn við að lesa úr ritningunni og kenna. Lesa úr ritningunni. Hvað eru margir sem lesa úr ritningunni daglega? Ég rek mig á það aftur og aftur, ég hitti fólk, ég segi, hvað ertu búin að vera frelsaður lengi? Áttu Biblíu? Sumir eiga ekki Biblíu. Aðrir eiga Biblíu en þeir lesa hann ekki. Og málið það, ef þetta alveg eins og ef þú ert, hvað ertu búin að vera fæddur lengi? Hvað ertu búin að vera til lengi? Já, ég er 4 ára og sem sagt, borðaru daglega? Nei, hvernig stendur á því að þú ert á lífi? Ég meina, við erum mjög hissa ef einhver væri lífandi ef hann ekki borðaði daglega. En hvernig eiga hinni kristnu að lifa ef að þeir ekki eta af því brauði sem að Jesús hefur gefið þeim, sem hann sagði, ég er brauð lífsins. Og það er þessi grundvallar sannleikur sem við þurfum að koma inn aftur, við þurfum að kenna fólki, bara að lesa í Biblíunni og fara á hnén og biðja. Við þurfum það. Og þú þarft ekki að kveikja á einhverju útvarpi eða spólu til að biðja. Ég meina, þú ætlar ekki að ná sambandi við einhvern gospelsöngvara, þú ætlar bara að ná sambandi við Guð í gegnum heilagan anda. Við þurfum ekki neitt sóking eða eitthvað til þess að ná sambandi við Guð. Og ég veit að það eru sumir ósammála með þeim, en ég er á móti því að öllu þessu sem að fólk eigi að leggjast á gólfið og fá einhverja tilfinningu. Fólk þarf að fara á hnén og fólk þarf að mæta hinum lifandi Guði og engum öðrum. Sjáðu til, við þurfum að mæta Guði og það er það sem við þurfum í dag og það er það sem Páll sagði Tímóteusi. Við þurfum að lesa ritningarnar vegna þess að í ritningunni er kraftur Guðs. Í ritningunni er líf Guðs og heilagur andi, hann smyr ritninguna. Hann smyr ekki þínar hugmyndir, hann smyr ritninguna. Og þess vegna er það að stundum þegar sumir jafnvel menn sem er ekkit alltof kannski guðlegir, að þeir koma með ritninguna, að þá kemur heilagur andi af því að hann vill frelsa fólk og hann vill samfæra fólk og hann smyr ritninguna. Amen. Þannig að við skulum vera, það er þetta sem ég vil leggja áherslu á, að við skulum hafa vakningu orðsins á meðal okkar. Við skulum byrja að lesa orðið. Lestu 1-2 kafla í Biblíunni á hverjum degi. Og ég var að hlusta á mann daginn, hann sagðist lesa þannig, hann sagði ég les hvern kafla 30 sinnum. Ég nota enga orðabók, ekkert, ég bara les hvern kafla 30 sinnum. Og hann sagði ég veit að ég lengi að lesa Biblíuna svona, en ok, þú getur nú lesið hann 3-4 sinnum á dag, en það er ekki spurningin um að vera fljótur, það er spurningin um að fá orðið inn í sig. Ég sagði daginn að orð Guðs væri kvíðastillandi og það eru margir sem taka lyf, svona kvíðastillandi lyf og Biblían segir okkur að orð Guðs er lyf meðal þeirra er öðlast það,
líf þeirra öðlast það, meðal þeirra öðlast það og lækning fyrir allan líkama þeirra. Þess vegna það að við þurfum orð Guðs inn í hjart okkar og þegar þú komið orð Guðs inn í hjarta þitt, og þá er svolítið öfugt að segja, þá ertu komið móteitur, ég ætla ekki að segja það, en það er samt hliðstætt, þú komin með mótefni gagnvart alls konar vírusum, gagnvart alls konar rugli, gagnvart alls konar ótta, gagnvart alls konar kvíða. Orð Guðs komið það og það eins og bara sverð inn í hjarta þínu. Og það það sem Biblían segir orðið sé, það sverð andans. Amen. Þannig að við skulum hefja lesturinn í fyrra Tímóteusarbréfi og við erum í fyrsta kafla og ég ætla að taka hérna 3 vers í einu, 12, 13, 14. Ég þakka honum sem styrkan gjörði, Kristi Jesú drottni vorum, fyrir það hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu. Mér sem fyrrum var lastmælandi, ofsóknari, smánari, var miskunna sökum þess að ég gjörði það í vantrú, án þess að vita hvað ég gjörði. Og náðin drottins varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Ég þakka honum sem styrkan gjörði, Kristi Jesú drottni vorum, fyrir það hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu. Páll, hann hissa á því að Jesús hafi viljað fela honum þjónustu vegna þess hver hann var. En það sem greip augu mín var hérna, hann sem mig styrkan gerði. Og ég fór að hugsa, var Páll ekki styrkur? Var þetta ekki maðurinn sem fór með offossi og valdi og var með her á bakvið sig og ofsókti hérna, hann var ofsóknari, segir hérna, hann var smánari, var hann ekki styrkur? Jú, hann var maður sem hafði afl og hann var maður sem beitti valdi. En hvað á hann þá við? Hvað gerði Pál, af hverju þurfti Guð að gjöra hann styrkan? Við skulum skoða apostolasöguna, 9. kafla og 13. og 15. vers. 9. kafli. Frá versi 13. Þar segir: að Ananías svaraði, drottin heyrt hef ég marga segja frá manni þessum, hve mikið illt hann hefur gjört þínum heilögum í Jerúsalem. Og hér fer hann með vald frá æðstu prestunum til að færa í bönd alla þá sem ákalla nafn þitt. Þannig að við sjáum að hann hafði vald og hann sem sagt hafði, hann var svona einhver sem að okkur fannst vera maður sem var styrkur. Og síðan lesum við í versi 11 að hann segir við hann, drottin sagði farþegar í stræti það sem kallað hið beina, og í húsi Júdasar skaltu spyrja til manni sem frá Tarsus heitir Sál. Hann að biðja. Heyrðu, Páll, hvað? Þú með allt þitt vald, ertu nú farin að, eins og einhver sagði, vera eins og kettling farin á hnén og farin að biðja? Jú, það hafði eitthvað gerst í lífi Páls. Hann hafði aldrei beðið áður á þennan hátt. Og hvað var það sem hafði gerst í lífi Páls? Það var algjör viðsnúningur. Það var algjör viðsnúningur í lífi þessa mann sem hét Sál og hét síðar Páll. Við sjáum það í Galatabréfinu 1. kafla, vers 15. Þá sjáum við, þar segir hann okkur hvað gerðist. Hann segir, þegar Guð sem hafði útvalið mig, Galatabréfið 1:15, hafði útvalið mig frá móðurlífi og að náð sinni kallað, þegar honum þóknaðist að opinbera mér son sinn, til þess að ég boðaði fagnaðarerindið hann meðal heiðingjana, þá ráðgaðist ég ekki við neitt. Þegar honum þóknaðist að opinbera mér son sinn. Sem sagt, hinn sterki Sál, valdsmaðurinn, misti allan mátt líkamlega og andlega þegar hann sá Jesú og
þegar hann sá það að hann var syndum hlaðinn maður. Eins og við sjáum í versi 15, það orð satt og í alla staði, og ég í Tímóteusarbréfinu núna, kaflanum okkar fyrsta, það orð satt og í alla staði þessi vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduma menn og ég þeirra fremstur. Þetta var ekki það álit sem Páll hafði á sjálfum sér nokkrum dögum áður. Hann sá ekki sjálfan sig sem syndara. Hann sá sig sem farisea, réttlátan, og hann sá sig sem mann sem að kunni allt og vissi allt. En núna hafði eitthvað gerst, og hvað það sem gerðist? Jú, það sem gerðist að hann mætir Jesú. Það sem gerðist að hann mætir Jesú. Og hann sér að hann í versi 15 lásum við að hann fremstur allra syndura manna. Og við sjáum það að seinna að þá upplifir Páll, hann skrifar seinna í Korintubréfinu að sú hryggð sem Guð að skapi, hún vekur afturhvarf til hjálpræðis. En það sem þurfti að gerast til þess að þessi hryggð kviknaði var það að hann þurfti að sjá Jesú. Og vitið það í rauninni það sem þarf að gerast til þess að fólk geri iðrun, það þarf að sjá Jesú. Það þarf að sjá Jesú. Og ef við erum að sýna fólki eitthvað annað en Jesú, þá kemur engin iðrun. Það koma alls konar ismar og kismar og fólk gerir þetta og fólk gerir hitt. En ef fólk sér ekki Jesú, þá gerist ekki neitt. Páll sá Jesú og þessi öflugi maður að bara við að sjá Jesú að þá sá hann það að hann var fremstur allra syndara. Og hann loksins sá hann að hann var ofsóknari, hann var smánari og hann hafði jafnvel leitt fólki í dauðan. Hann hafði, við lesum í postulasögunni að hann blés ógnunum og ég ætla að lesa það í postulasögunni 9. kafla vers 1-5. Við skulum lesa það. Hvað Páll var að gera. Og það blessaði mig svo mikið að lesa þetta ef að Guð gat náð Páli þegar hann sér Jesú, ef að bara fólk myndi sjá Jesú. Ef fólk sér Jesú. Þetta snýst Jesú. Það snýst ekki þessa vakningu, hina vakninguna, eða þetta, eða kraftaverk. Sumir halda að þetta snúist allt að kemur einhver frá Ameríku og gerir kraftaverk. Þetta snýst, og fólk læknast og fólk verður ægilega hrifið og síðan fer fólk á biblíuskóla þar sem þessi Ameríkan og ægilega gaman. En það sér engin Jesú. Fólk sér einhvern nýjan isma. Fólk þarf að sjá Jesú. Páll sá Jesú. Hefur þú séð Jesú? Höfum við séð Jesú? Við skulum lesa postulasöguna 9 frá kafla 1. En Sál blés enn ógnunum og manndrápum gegn lærisveinum drottins. Hann blés enn ógnunum og manndrápum. Hann var að ógna og hann var að drepa lærisveina drottins. Hann var að drepa fólk. Hvað köllum við þannig menn? Þeir eru bara morðingjar. Og hvað eru margir sem myndu vilja fara inn á Litla-Hraun og ná í einhvern harðsvíraðan morðingja og segja, ég man ekki hvað hann heitir, en við skulum bara segja Sál bróðir, drottinn sendi mig, þú átt að fara með fagnaðarendi allt landið. Ég hræddur að fæstir hefðu trú fyrir því, þannig að við skulum ekki ásaka Ananías þó að hann hafi verið svona kannski hikandi og hann fór að rökraða við drottinn það. Heyrðu, drottinn, veist ekki hver þetta veist ekki hvað hann hefur gert. Þannig að það var mjög eðlilegt að Ananías væri hálf hikandi við að fara. Ef við lesum aftur Postulasagan 9:1, Sál blés enn ógnunum og manndrápum gegn lærisveinum drottins. Gekk hann til æðsta pressins, beittist bréfa af honum til samkundana í Damaskus að hann mætti flytja í böndum til Jerúsalem. Þá hann kynni að finna og væru þessa vegar hvort heldur karla eða konur. En þegar hann var á ferð sinni
kominn í nánd við Damaskus, leiftraði skyndilega hann ljós af himni, hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? En hann segir, hver ert þú, Herra? Þá var svarað, ég er Jesús sem þú ofsækir. Ég er Jesús sem þú ofsækir. Og það er þarna sem að allt breytist í lífi Páls. Og þegar við lesum hér áfram að ef við lesum aftur 15. versið, þá orðið satt og í alla staði þess verk að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þeirra fremstur. En fyrir þá sök var mér miskunnað að Kristur Jesús skyldi sýna á mér fyrstum gjörvallt langlindi sitt, þeim til dæmis er á hann munu trúa til eilífs lífs. Þetta er vers sem ég hef oft hugsað og ef við lesum hvar er það sem segir á undan, náðin drottins var stórlega rík með trúnni og kærleikanum. Náðin drottins var stórlega rík með trúnni og kærleikanum. Að ef við tengjum þessi vers saman, að Páll, hann mætir þarna Jesú. Og Páll, það sem ég oft hugsaði nú erum við búin að tala að hann var manndrápari, hann var ofsóknari, við sjáum hann þegar Stefán var líflátinn, Stefán þessi yndislegi Guðs maður og Páll hann sá ekki Jesú þá, hann sá ljóman af ásjónu Stefáns en hann gat ekki, fekk ekki þessa opinberun þá samt Jesú og þannig að Páll var allstaðar í raun og veru þar sem Guðs fólk var lokað inni og drepið. Og hvernig í óskopunum átti þessi maður að þiggja og fá fyrirgefningu Guðs. Við þekkjum öll fólk sem hefur gert eitthvað svona pínulítið, kannski bara drepið einn, það bara lifir bara með nagandi kvöl innra með sér allt sitt líf og það er kannski frelsað. Hvernig gat Páll fengið upplifa þessa fyrirgefningu og farið svo bara og predika fyrir öðrum og látið eins og ekkert sé, hann sem var búinn að, hann fer meira sér beint til Jerúsalem og byrjar að predika þar og þeir náttúrulega lokuð á hann margir og sögðu þetta er sá sem ofsótt okkur, hann er ekki ekta, hann er að plata, hann er að reyna við okkur, en ég hef oft hugsað að hvernig gat Páll upplifa þessa fyrirgefningu. Við erum með alls konar svona meðferðar, hjálpara kristna ráðgjafa til að hjálpa fólki til þess að svona toga, fá svona öngul og setjum honni í koka fólki og reynum að draga eitthvað gamalt upp og vita hvort að, já, það er vondlíkt að þessu vinur, þú er að fyrirgefa þetta, en hérna bara upplifir Páll bara allan pakkan í einu, hann bara upplifir það, hann er ný sköpun í Kristi, hann hefur séð Jesú, hið gamla var það engu, það er nýr maður orðinn til og nú þessi nýji maður, hann þarf á styrk Guðs að halda, hann sem áður hafði sinn eigin styrk, nú þarf hann á styrk Guðs að halda til þess að geta gengið áfram. Mér finnst þetta svo stórkostlegt vers þessi vers hérna og þessi kafli að hann er meiri hátt að það sem kemur hérna fram. Að Páll, hann sem var ofsóknari, hann sem var smánari og nú mætir hann Jesú og það sem Jesú segir vera Sál eða Páll, af hverju þetta ofsækja mig? Hann veit bara ekkert, hann veit engu, hann veit ekki hverja hann á að svara. Og ég er að hugsa, allir þessir sem að rökræða við okkur, það er eins og þeir hafa alltaf orð, þeir vita allt miklu betur en við í vantrú. Þú kemur ekkert að tómum kofanum hjá þeim. En hér er Páll, og hann hefur svona verið ágætisfulltrúi vantrúar á þeim tíma, eða já, kannski ekki allir sammála, en við skulum bara orða það þannig, að hann vissi allt betur en allir aðrir og hann, ef þú ætlaði að rökræða við hann, þá gæti hann bara rekið þig á gat, en hérna mætir hann Jesú og hann er orðlaus. Af hverju ofsækjurðu mig? Af því að hann er upplýstur, andi Guðs kemur yfir hann, hann missir sjónina, hann missir allan mátt, hann veit að þarna er eitthvað meira en hann á ferðinni. Hann hefur hitt einhvern sem er æðri honum og hann veit að það þarf enginn að segja honum það. Og þegar að þetta gerist og Jesús segir við hann, Páll, hann hverju ofsækir þú mig? Og ég get séð Jesú taka utan Pál og hann segir, Páll,
ég fyrirgef þér. Og Páll, ég ætla að sjá alla þá sem þú ert búin að meiða. Og þá sem þú hefur drepið, þeir eru hjá mér, Páll, ekki hafa áhyggjur af þeim. Ég er búin að þerra tárin af augum þeirra, ættingja þeirra, ég ætla að sjá þá, Páll, þú hefur ofsótt mig, ég tók þetta allt á mig og ég sé allt fyrir þig, Páll. Þannig að þú þarft ekki að hafa áhyggjur vegna þess að ég er búin að leysa öll þessi mál og meira segja alla þá sem þú hefur deytt, alla þá sem þú hefur meitt, að ég er búin að taka þetta allt á mig. Ég er búin að taka þetta allt á mig, Páll, og nú getur þú verið þjónn minn. Og ég trúi því, þetta er mín útlegging, að Páll hafi upplifað á þessum tíma algjöra lausn frá öllu því sem hann gerði vegna þess að hann sá að Jesús var meiri. Hann sá að hann var þveginn í blóði lambsins, hann sá að Jesús og Guð alheimsins, hann ásakaði hann ekki, heldur fyrirgaf honum og ætlaði að nota hann og hann vissi þetta allt sitt líf og hann gat lifað með það, hann var sáttur. Hann gat lifað með það, hann gat talað það, ég var ofsóknari, ég var smánari, en ég er leystur, ég hef séð Jesús tók þetta allt á sig og það sem hann gerði fyrir mig, það gerði hann líka fyrir þig. Og það lesum við hérna, að Kristur, vers 16, fyrir þá sök var mér miskunnað að Kristur Jesús skyldi sýna á mér, fyrstum gjörvallt langlindi sitt. Þeim til dæmis á hann munu trúa til eilífs lífs. Þannig að allt þetta sem kom fyrir Pál, það er gert fyrir þig líka. Þegar þú sér þetta, að þá getur þú meðtekið fyrirgefninguna, þú getur meðtekið kraftin í blóði Guðs, kraftin í blóði Jesú Krist. Það er enginn sem ásakar þig framar. Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Guð, hann réttlætir. Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Guð, hann réttlætir. Amen. Þannig að lesa þetta og skilja þetta Pál postula, að mér finnst það alveg meiri háttar. Og ef að Guð mætti þessum manni á þennan hátt, þá getur hann mætt öðru fólki á þennan hátt líka. Og þess vegna skulum við ganga fram með djörfung að boða orð hans. Það var það sem Páll gerði alla tíð eftir það. Amen. Og við ætlum að klára þennan kafla. Þetta gengur bara nokkuð vel. Það segir í versi 17. Og ég hef skrifað hérna að geta munað afbrot sín en vera samt leystur frá þeim. Það er kraftaverk. Amen. Að geta munað, svona var ég, þetta gerði ég, en vera samt algjörlega laus af því að pabbi, hann leysti mig, hann sendi Jesú til að deyja fyrir mig og hann lét Jesú birtast mér til að segja mér það og allir þeir sem ég meiddi að hann er búinn að laga það. Ég held að það sé lykillinn, að þegar við skiljum að Guð, hann getur líka lagað og mætt þeim sem við höfum sært, þeim sem við höfum meitt. Hann er nógu mikill og öflugur. Vers 17. Konungi eilífðar, ódauðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. Það er ekki hægt að segja annað eftir þetta, heldur en að segja bara, já, konungi eilífðar. Amen. Ódauðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður dýrð aldir alda. Amen. Og málið er það að það eru svo fáir sem að skilja að Guð er Guð af því að hann er ósýnilegur. Það eru fáir sem skilja þetta með eilífðina, en hér segir Páll okkur að Guð, hann er til eilífðar, hann er ódauðlegur og hann er ósýnilegur. Einn Guð. Amen. Hann er einn Guð og við gefum honum heiður og við gefum honum dýrð. Og oft er það þannig að við eigum svona erfitt með okkur sjálfa að treysta þessum ósýnilega Guði. En þegar við förum að lesa ritninguna og þegar við förum að dvelja í ritningunni, þá förum við að kynnast þessum ósýnilega Guði vegna þess að þetta eru bréf í raun og veru hans til okkar.
hann notaði bara einkareittarann Pál til að skrifa okkur þetta bréf. Amen. Þannig að það kraftur í þessu orði. Og þetta það sem ég minni þig á, barni mitt Tímóteus, vers 18, með þau spádómsorð í huga sem áður voru við þér töluð, samkvæmt þeim skalt þú berjast hinni góðu baráttu. Og í þessu versi þá kennir Páll okkur ákveðin hlut að þegar við fáum spádómsorð inn í líf okkar, að þá ekki nóg bara að bíða eftir því eitthvað gerist, heldur þurfum við núna að byrja að berjast. Vegna þess að spádómsorðin eru leiðrétting og eins og leiðsögn fyrir líf okkar og nú þurfum við, ef ég fengi spádómsorð, að þá þarf ég faktist að byrja í ræktinni, ég þarf að byrja að þjálfa mig, ég þarf að byrja að leita leiða til þess að þessi orð geti orðið að veruleika í mínu lífi. Amen. Að það er ekki nóg bara ef ég fæ spádómsorðum það að ég verða hérna svona Askinas eða píanóleikari eða svona einhver Elías, þá get ég ekki bara beðið eftir því að andinn komi yfir mig og ég geti allt í einu spila. Nei, ég byrja að æfa, ég fæ mér nótnabækur og ég byrja að æfa. Og ef að Guð hefur gefið mér orðum að ég vera biblíukennari, þá byrja ég að rannsaka ritningarnar. Ég bíð ekki bara eftir því að, eins og sumir, það var svo oft hérna í náðagjafavakninguna, fólk sagði, hvað, þetta undirbúa þig? Það er ekki andinn. Nei. Sjáðu, ef við ætlum að kenna, þá undirbúum við okkur. Við lærum ritningarnar og við lærum að þekkja þær. Amen. Það er grunnurinn. En við þurfum andan til þess að geta gengið í ritningunum. Þannig að Páll, hann áminnir hér Tímóteus að hann eigi að minnast þeirra orðar sem voru töluð og samkvæmt þeim að berjast inn í góðu baráttu, í trú með góðri samvisku. Og það er mikilvægt að hafa trú og það er líka mikilvægt að ef við höfum trú að hafa þá góða samvisku líka. Það segir, ef við lesum áfram, henni hafa sumir varpað frá sér og liðið skipbrot á trú sinni. Og það er greinlegt hér að þeir hafa varpað samviskunni frá sér. Við höfum séð menn sem eru miklu trúarinnar menn, en ég hef allavega séð suma, þeir eru bara þorparar. Samviskulausi þorparar, af því að samviskan hún var skilin einhvers staðar eftir. Og þetta er ekkert nýtt, þetta gerðist líka á dögum þeirra og þannig þið þurfum ekki að segja að ég sé ofstækismaður að segja þetta. Páll segir hérna líka, henni hafa sumir varpað frá sér og liðið skipbrot á trú sinni. Þeir vörpuðu samviskunni frá sér og liðu skipbrot á trú sinni. Lifandi orð segir hérna á ensku, some have disobeyed their conscience. Sumir hafa óhlýðnað samvisku sinni og hafa þess vegna beðið skipbrot á trú sinni. Og svo segir hann, í tölu þeirra eru hérna, nú ég að finna einhver góð nöfn, Elías og Þormar. Ef ég myndi segja það? Nei. En sjáðu, þetta segir Páll, fyrirgefið strákar, það er ekki þið. Þetta segir Páll, hann nefnir hér ákveðin nöfn, þannig að hann var alveg ófeiminn. Við erum svo feiminn, ef við sjáum eitthvað sem er að þá, nei, við viljum ekki særa neitt, meiða neitt. En Páll segir bara að þessir menn eru samviskulausir, þeir eru búin að hendinni frá sér og þeir hétu Hímenefus og Alexander sem ég hef selt Satan á vald. Þess að hirtingin kenni þeim að hætta guðlasta. Punktur. Og þetta að selja Satan á vald, það eru margir sem hafa velt því fyrir sér og ég hef oft velt því fyrir mér í gegnum árin, en í raun og veru að þá er þetta mjög einfalt. Þegar við frelsumst, þá segir í Kólossabréfinu að við erum leyst frá valdi myrkursins og við erum flutt inn í ríki Guðs elskaða sonar. Í Efesusbréfinu 2 er talað um valdhafann í loftinu, að við höfum verið áður en við frelsumst, þá vorum við á valdi valdhafans í loftinu. Í 2. Korinthubréf 4:4, þar er talað um Guð þessarar aldar. Þannig að í heiminum eru 2 ríki. Þegar þú kemur inn í ríki Guðs, þá kemur inn í ríki ljóssins og þá kemur út úr ríki myrkursins. Það sem Páll er að gera, hann er í rauninni að segja, þessir menn, þeir tilheyra ekki lengur ríki ljóssins, við
hendum þeim út, þeir fara af vagninum hér. Það getur verið, ef við gerum það, að þá kenni hirtingin þeim það að þeir hætti að guðlasta, segir hann, eða að hirtingin kenni þeim það að þeir eru á röngum vegi. Og það er kennsla þetta í 1. Korinthubréfi 5. kafla, þar sem var maður sem hélt við konu föður síns og Páll, hann sem sagt, kemur þar inn í þá kirkju og Páll er svona hálf hissa vegna þess að í þessari kirkju þá gekk allt vel og hann segir þið eru bara stærilátir og þið eru bara hreyknir af ykkur sjálfum og ánæðið með sjálf ykkur og samt er hér maður sem að það er slíkur sölufnaður yðar á meðal að hann heldur bara við konu föður síns og sennilega stjúpmóðir, en Páll hann segir að þetta geti ekki gengið og hann gerir það sama þar, bara taka þetta svo sjáum, hann segir, ég fyrir mitt leyti, 1. Kor 5:3, ég fyrir mitt leyti fjarlægur á líkamanum til en nálægur andanum, hef þegar eins og ég væri nálægur kveð upp dóm í nafni drottins og Jesú við manni þeim sem þetta hefur drygt. Þegar þér og minn andi eru samankomnir með krafti drottins og Jesú skal selja slíkan mann Satan á vald til tortímingarholdinu til þess að andinn megi hólpin verða á degi drottins Jesú. Þannig að það er verið að í raun og veru að Páll er í raun og veru að segja að ef að þetta er látið viðgangast að þá muni þessi maður glatast. Það er það sem hann er að segja. Ef við bara gerum ekkert, ef við áminnum ekki mannin, þá glatast hann. En ef ég áminn hann og ég segi honum þú ert rangur og hann sem sagt gerir ekkert með það og þá bara rek ég hann úr söfnuðinum, ég rek hann úr samfélagi heilara, ég set hann út í myrkrið, að þá getur andans orðið hólpinn. Þá getur hann séð það sem Páll sá sjálfur, hann var fremstur allra syndara. Þannig að það sem Páll er í raun og veru að gera, að það er kærleiksverk. Páll elskaði þennan mann meira heldur en þeir í Korintu. Og það er þetta systkini sem að við þurfum að vita að það er ekki kærleikur að skilja fólk eftir í syndum sínum, sama hvað við höldum að kirkjan sé flott og góð. Að við getum ekki bara látið sem sagt, eins og ekkert sé ef að fólk lifir í synd að þá þarf að segja því það. Og það sem að einn góður biblíukennari hann sagði, það var ekki spurningin hér syndina, hvað þetta var ljót synd. Spurningin var að ef að þetta væri látið óátalið, þá var þetta orðin kenning, þetta er bara allt í lagi, þetta er leyft hér. Og það er það, systkini, sem að ég óttast á okkar dögum, það er svo margir hlutir sem er búið að teygja og toga, það er búið að færa svo mörg gildi úr stað, að í raun og veru að þá erum við hægt og hægt að ýta orði Guðs út. Við erum hægt og hægt að ýta orði Guðs út. Og að við höfum meiri svona, já, í Pétursbréfinu þá er talað það var ein ritning í sambandi við þetta sem að ég rakst á daginn og við erum hérna að enda, en mér langar bara að við skiljum þetta hvað þetta selja mann Satan á vald, að það er ekki bara einhver sem er vondur, það er maður sem að elskar annan bróður sinn nógu mikið til þess að vilja honum það vel að hann geti eignast eilíft líf. Hann lætur ekki ótta við menn hindra sig í að leiðrétta trúbróður sinn til lífs. Það er hérna í öðru Pétursbréfi, öðrum kafla, 10. vers, að þá er hann Pétur að tala, í 9. versinu, þá segir hann, þannig veit drottinn hvernig hann á að hrífa hina guðhræddu úr freistingu. Svo segir hann, en refsa hinum ranglátu og geyma þá til dómsdags, einkum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífsfýsn og fyrirlíta drottinn vald. Þegar ég las þetta, að þá allt í einu kviknaði eitthvað í hjarta mínu, já, þeir stjórnast af saurlífsfýsn, en málið er það að þeir fyrirlíta drottinn vald. Þeir fyrirlíta drottnin og þeir segja, þeir stjórnast af
gindum sínum. Fólk í dag sem vil, fólk sem að fer þá leið að hlýða ekki orði Drottins, byrjar að lifa saman af því að það langar til þess. Hvað það að gera? Það að stjórnast að sínum eigin gindum og fýsnum, og leið og að gera það, þá fyrirlítur það boð Drottins. Svo segir fólk, þetta bara allt í lagi, við erum til náð, Bjóddu konunni það að þú fyrirlítir hennar boð eða hennar álit? Af hverju bjóðum við Drottni það? Ég trúi því, systkini, að við þurfum vakningu orðsins á meðal okkar. Við þurfum virkilega að orð Guðs þarf að fá að vera lifandi og við þurfum að bera virðingu fyrir því. Jú, Guð elskar okkur og Guð, hann reisir upp og Guð, það er alveg sama, eins og Páll sagði, þó að þetta væri svo óuleg synd að maðurinn hefði sofið hjá stjúpmóður sinni, að Guð fyrirgaf það var ekki málið. En við getum ekki sagt, við getum ekki fyrirlítið boð Drottins. Það er það sem við gerum, ef við látum eins og ekkert sé, þá erum við að fyrirlíta Guð. Vegna okkar eigin fýsna og ginda, þá bara fyrirlítum við Guð og segjum, Drottinn, mig langar, ég geri. Þú ert vitlaus. Það er í rauninni það sem við segjum. Þetta er að verða kenning í okkar kirkjum í dag, að það er bara allt í lagi af því að við erum bara undir náð. Svo leggjumst við í gólfið og lofum Guð, bara allt í lagi. Nei, við þurfum, elsku systkini, vakningu heilags anda og vitjum þar sem heilagur andi fær að samfæra okkur synd, réttlæti og dóm. Við þurfum að fá að upplifa það sem Páll upplifði, að hann sá Jesú. Hann sá að hann var fremstur meðal allra syndara. Og ég veit ekki með þig, en það er margt í mínu fari og mínu lífi sem oft stingur mig og ég kem með það fram fyrir Guð. Ég vil dæma syndina í mínu lífi. Og systkini, við þurfum að dæma syndin í okkar lífi, til þess að dýr Guðs fái komið stað. Drottinn blessi ykkur og þakka ykkur fyrir gott hljóð í dag, þó það væri biblíulestur, en ég vona að þið hafið meðtekið orðið og orð Guðs hafi virkilega komið inn í hjört ykkar. Ég vona að þetta sé eitthvað sem situr eftir. Ekki eitthvað bara ein samkominni viðbót, heldur orð Guðs sem að kom, eins og enskan segir, það penetreitar inn í hjartaðið og það situr þar fast. Þannig á þjónustu orðsins að vera. Ég er ekki skemmtikraftur. Guð kallaði mig til þess að tala hans orð og stundum gengur það vel, stundum gengur það illa, ég bara held áfram að tala hans orð. Amen. Drottinn blessi ykkur, elsku systkin, og við skulum rísa á fætur.